Ég set á fundi í bæjarstjórn, þetta fundur númer 3487 og fyrir okkur liggur dagskrá í 6 liðum. Fyrsti liðurinn bæjarstjórn Akureyrar breytingar í nefndum og lausnarbeiðni. Það erindi frá Hildi Betti Kristjánsdóttur, varabæjarfulltrúa L-lista, þar sem hún óskar eftir lausn frá störfum varabæjarfulltrúa vegna búsetu erlendis. Hildi Betti fékk ársleyfi frá störfum varabæjarfulltrúa frá 1. desember 2019 til 1. desember 2020 og orðið laust þennan lið. Sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt það gefur merki. Það 11. Það komið að öðrum lið á dagskrá, reglur Akureyrarbæjar meðferð tölvupósts og netnotkun, endurskoðun 2019 til 2020 og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér tekin fyrir liður númer 1 í fundargerð bæjarráðs frá 17. desember síðastliðnum, en þar var lögð fram tillaga að breytinga á reglum Akureyrarbæjar netnotkun og meðferð tölvupósts. Bæjarráð samþykkti þessar breytingar og vísaði þeim til bæjarstjórnar til afgreiðslu. En þetta ástæða fyrir þessum breytingum má rekja til þess að þessar reglur sem fyrir voru frá árinu 2009 og þá hétu þær reglur Akureyrarbæjar meðferð tölvupósts og netnotkunar, en nú búið að breyta þessu þannig að nú heitir þetta reglur Akureyrarbæjar netnotkun og meðferð tölvupósts og skjala á drifum. Og eins og segja, ástæða fyrir þessar breytingum að þetta eru gamlar reglur og hefur mikið breyst í umhverfinu eðlilega á netinu og þarna verið að helstu ástæðurnar eru það að það mjög brýnt að tilgreina ítarlega hvernig fara skal með tölvupóst og skjöl á drifum starfsmanna við starfslok og hins vegar var Þjóðskjalasafnið að gefa út nýja reglur meðferð og varðveislu og eyðingu á tölvupóstum, afhendingarskyldra aðila og tóku það gildi 15. apríl síðastliðinn. Þannig að það var nauðsynlegt að breyta þessum reglum og þær eru lagðar hérna fram. Ég ætla ekki að fara yfir einstaka liði, heldur náttúrulega minnisblað sem að fylgdi með til bæjarfulltrúa með svona helstu breytingum á gömlu reglunum og þarfnast ekki nánari skýringar. Þetta lagt hér fram til staðfestingar. Þá hefur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið laust. Sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þessar reglur gefur merki. Það 11. Komið að 3. lið, ungmennaráð starfsemi til máls tekur bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Þetta liður 7 í fundargerð bæjarráðs dagsettri 14. janúar 2021 og liður 6 í fundargerð frístundaráðs dagsettri 18. nóvember 2020. Þar sem lagðar voru fram til samþykktar breytingar á samþykktum ungmennaráð. Bæjarráð vísaði samþykktin til afgreiðslu hér í bæjarstjórn. Helstu breytingar snúa að tilnefningu og skipan í ungmennaráð og vert að taka fram að þessar tillögur eru unnar að mestu leyti að ungmennaráðinu sjálfu. Tillaga að breyta aldursviðmiðum í ungmennaráði úr 14 til 20 ára í 12 til 17 ára. Eins lagt til að stefnt skuli að viðburði ár hvert í tengslum við kosningar í nýtt ráð. Þar fái frambjóðandi tækifæri á að kynna sig og í kjölfarið fari fram rafrænar kosningar. Þar sem öll ungmenni með lögheimili á Akureyrarbæ á aldrinum 12 til 17 ára hafi rétt til að kjósa og eru ungmenni þá hvött til að huga að fjölbreytni í ráðinu þegar þau ganga til kosninga og að gæta að hlutfalli drengja og stúlkna sem jafnast að teknu tilliti til kynræðis sjálfræðis. En í núverandi samþykktum hefur valið á fulltrúum farið fram með blindri kosningu þar sem ungmennaráð og starfsmenn samfélagssviðs hafa valið fulltrúa út frá vilja til að starfa í ungmennaráði og ef laus sæti hafa verið eftir kosninga hafa skólar, félagsmiðstöðvar og ungmenni Akureyrarbæjar tilnefnt fulltrúa í ráðið. Þannig að hér verulega breytingu á hvernig skipað í ráðið. Í þeim samþykktum sem nú liggja fyrir til samþykktar hefur heiti sveitarfélagsins einnig verið uppfært úr Akureyri í Akureyrarbæjar sem og heiti sviða bæjarins. Já, þannig að þetta bara lagt til samþykktar hér í bæjarstjórn. Það bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu, orðið laust þennan lið. Sem enginn hefur kvatt sér hljóð, þeir sem geta samþykkt þessa samþykkt gefi merki.
Það eru 11 talsins, takk fyrir það. Þá er komið að 4. liður á dagskrá. Það er Tjaldsvæðisveitur og Skarðshlíð 20, breyting á aðalskipulagi. Til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er liður 3 í fundargerð skipulagsráðs dagsettur 13. janúar 2021 og lögð fram að lokinni kynningu samkvæmt 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Tillaga breyting á aðalskipulagi Akureyrar 2018 til 2030 sem nær til tjaldsvæðisreits við Þingvallastræti og lóðar nr. 20 við Skarðshlíð. Barst 1 athugasemdarbréf og 1 umsögn á kynningatíma og skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að aðalskipulagsbreytingin verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Þá hefur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Orðið er laust þennan lið. Sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þeir sem geti samþykkt að auglýst verði þessi skipulagsbreyting gefið merki. Það eru 11. Þá koma 5. liður á dagskrá, Austursíða 2, deiliskipulagsbreyting. Til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er liður 7 í fundargerð skipulagsráðs dagsettur 13. janúar 2021. Erindi dagsett 11. desember 2020 þar sem að Norðurtorg EHF sækir breyting á deiliskipulagi fyrir lóðina Austursíðu 2. Í breytingunni felst eftirfarandi. Fyrsta lagi ný viðbótar aðkoma með inn- og útkeyslu frá Austursíðu. Liður 2, byggingareitur og aðalbyggingar framlengdur til suðurs, fram yfir samþykkt skyggni, framan við verslunarrýmin. Liður 3, byggingareitur aðalbyggingar stækkaður fyrir glerbyggingu sem er reiknað með fyrir yfirbyggt útisvæði verslunar. Og liður 4 er gerð nýr byggingareitur fyrir alltaf 300 fermetra þjónustuhús á lóðamörkum við Austursíðu. Liður 5, gerður nýr byggingareitur fyrir svæði fyrir hraðhleðslustöðvar fyrir bifreiðar með tilheyrandi spennistöð. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingin verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 með smávægilegum lagfæringum og uppdrætti. Það hefur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Orðið er laust þennan lið. Sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þessa deiliskipulagsbreytingu gefið merki. Eða hún verði auglýst öllu heldur, gefið merki þar. Það er 11. Takk fyrir það. Og þá er komið að 7. lið og síðasta lið á dagskrá. Það er skýrsla bæjarstjóra. Til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Stærstu málin á dagskrá minni síðustu vikuna hafa annars vegar verið menningarsamningur við ríkisvaldið, þar sem vonandi bráðum sést til lands, og hins vegar viðræður við Sjúkratryggingar Íslands og heilbrigðisráðuneytið yfirfærslu og rekstur hjúkrunarheimilina ríkisins. Í síðustu viku sendi ég formlegt bréf til Sjúkratrygginga Íslands og ráðuneytisins þar sem farið var fram á að lögð verði fram tímasett áætlun næstu skref í þessari vinnu, þannig að allir lausir endar verði hnýttir áður en til yfirfærslunar kemur 30. apríl næstkomandi. Við megum engan tíma missa í þessari flóknu og afar mikilvægu vinnu sem verður senn að ljúka. Einnig hefur talsverð vinna farið fram í tengslu við styttingu vinnuvikunar, sem er eins og gefur að skilja ekki einfalt mál í öllum tilvikum eða á öllum vinnustöðum. Þau mál leysast á vonandi farsællega innan tíðar. Laugardaginn 9. janúar skrifaði ég fyrir hönd Akureyrarbæjar undir viljayfirlýsingu uppbyggingu íþróttamannvirkja á svæði Káa við Dalsbraut. Miðvikudaginn 13. janúar fundaði verkefnishópur Akureyri sem þéttbýliskjarna á landsbyggðinni og daginn eftir ávarpaði ég ákaflega vel heppnað fyrirtækjaþing þar sem færri stjórnendur fyrirtækja á Akureyri komust að en vildu. Þann sama dag lagði ég geðhjálplið með því að segja nokkur orð mikilvægi samhygðar í kynningarherferð þeirra sem verður keyrð af stað á næstu dögum og vikum og ég gerir ráð fyrir því að þið hafi fengið innum lúgunni hjá okkur í morgun eins konar dagatal sem frá geðhjálp.
Fyrir utan þetta hafa verið haldnir stuttir og langir fundir skipulagsmál, rætt við bæjarbúa á fjarfundum ýmis ólík málefni og í morgun fór stjórnendadagur Akureyrarbæjar fram á fjarfundakerfinu Zoom, en þar var meðal annars fjallað það hvernig tíð samtöl stjórnenda og starfsfólks geta nýst sem öflug leið í stjórnun. Þetta fyrsti fundur bæjarstjórnar Akureyrar á nýju ári sem færir okkur vonandi fullnaða sigur í baráttunni við heimsfaraldurinn COVID-19. Það eru vafalítið erfiðir tímar framundan, okkur verður þröngt skorinn stakkurinn, en ég trúi því þó og vona að undir lok ársins 2021 fari landið eftir að rísa og óska ég bæjarstjórninni velfarnaðar í öllum sínum störfum. Takk fyrir. Það er bæjarstjóri lokið máli sinn og takk fyrir það, góðar óskir. Eftirtalda fundagerðir eru lagðar fram til kynningar, það er afgreiðslufundur byggingafulltrúa 21. desember, 7. og 14. janúar, bæjarráð 17. desember og 7. og 14. janúar, frístundaráð 16. desember, fræðsluráð 13. janúar, kjarasamninganefnd 27. nóvember og skipulagsráð 13. janúar, umhverfis- og mannvirkjaráð 11. desember, velferðarráð 13. janúar. Og allar þessar fundagerðir er hægt að nálgast á heimasíðu bæjarins. Og þá segi ég fundi slitið klukkan 16:11. Takk fyrir góðan fund.